Hingað kominn Kjartan Ólafsson, fyrrverandi alþingismaður og ritstjóri og höfundur bóka. Kjartan, velkomin í þáttinn. Við ætlum að tala þú skrifar grein í nýjasta hefti Máls og menningar, þar sem þú ert að fjalla bók Thors Whitehead sem kom út fyrir jólin, Sovét Ísland. Og í þeirri bók talað fyrirætlanir kommúnista á Íslandi, árásarsveitir þeirra, byltingarstarfsemi þeirra, og þú ert ekki alveg sáttur við þessa umfjöllun. Nei, því finnur reyndar víðs fjarri. Ég las bókina vandlega og hún hefur reyndar yfirbragð fræðirits, en að mínu viti fyrst og fremst áróðsrit, og inn á milli eru staðhæfingar sem ég tel að sé til marksum, annarkvort einhvers konar blindu höfundarins eða hreinar falsanir. Það eru tveir kaflar sem ég langar til að minnast fyrst og fremst á. Annar þeirra heitir Þjálfun í hernaði og manndrápum, og líklega númer 18. Og hinn heitir Kommúnistar búast skotvopnum, og þá erum tala kommúnista hér heima. Nú, fyrra atriðið, Þjálfun í hernaði og manndrápum, lítur að dvöl nokkurra ungra Íslendinga á kreppuárunum milli 1930 og 1940 sem fóru til náms í Moskvu. Og kommúnistaflokkurinn sem hér starfaði í 8 ár, 30 til 38, var reyndar deild í alþjóðasambandi kommúnista, Komintern eins og kunnugt og Komintern rak þessa skóla. Ástandi var að sjálfsögðu þannig í Sovétríkjunum að þetta var byltingaríki, hernaðarandi var mjög áberandi, aðeins tæpur áratugur liðinn frá því að Rauði herinn hrakti innrásarheri Breta, Frakka og fleiri þjóða úr landi. Það var barist til 1921. Fyrsti maðurinn kom síðan 1929. Nú og síðan ef við lítum fram á hinn áratuginn, þá nálgaðist innrás nasista. Valdataka Hitlers yfirvofandi frá 32. Ekki rétt? Og við þetta bætist auðvitað það sem að var í samræmi við stjórnarhætti Stalins og gefur auga leið. Rauði herinn var mjög mikið dýrkaður. Nú, Thors Whitehead, hann heldur því fram að þessir ungu Íslendingar, þeir hafi beinlínis verið í herþjálfun. Veruleikinn sá að norski doktorshöfundurinn sem Thor vitnar fyrst og fremst í, heitir Ole Rønning, og það doktorsritgerð frá árinu 2010 við Háskólann í Oslo. Hann tekur skýrt fram að hernaðarþátturinn í menntun þessara námsmanna við skólana hafi verið það sem hann kallar rent marginal. Það að segja mjög veigalítill þáttur í þeirra námi. Það kemur fram hjá Thor að af þeim kommúnistaflokkum sem voru í Komintern, 60 flokkum, það var meiri hlutin af 40 bannaður, ólöglegir í sínum heimalöndum. Það má nærri geta hvort að mönnum hefur þá ekki verið sagt eitthvað til í neðanjarðarstarfsemi, þar að segja þeir kom frá bönnuðum flokkum, og auðvitað okkar fólki eitthvað líka, en það var stutt í það að allir kommúnistaflokkarnir og yfirráðasvæði Hitlers, sem var næstum öll Evrópa, fyrir utan Rússan og Breta, sem sagt að þeir færi neðanjarðar. Ég var satt sér steinhissa að sjá í bók Thors að hann hefur skrá yfir námsefnið einn veturinn, 1108 stundir, en það sem að flokkast hjá honum undir neðanjarðarstarfsemi þar voru 40, 3,6% af námsefninu. Ekki var það nú meira, ég var von á meira. Nú, hann getur það í neðanmálsgrein
að það hafi verið nokkuð það að menn færi í lok námsins í 14 daga dvöl í þjálfunarbúðum Rauðahersins. Þar var einhver herþjálfun á ferðinni en hann hefur enga einustu sönnun fyrir því að nokkur þessara Íslendinga hafi farið í þessar búðir. Samt heitir kaflinn þjálfun í hernaði og mannvígum. Hann segir einn í þessum 20-30 manna hópi að það sé líklegt hver heimildin. Hann vitnar í 3 látna menn. Maður hefði gjarnan vilja sjá hvað hver einstakur þeirra sagði þetta. Það er ekki orð að finna. Nú, ég vík aðeins að hinum kaflanum ef ég mætti. Já, það er kaflinn sem fjallar vopnaburð hérna heima. Hér heima, sko. Já. Og heitir kommunistar búa skotvopnum. Ég rita þessi atriði sem hann er með lið fyrir lið, fyrir ekki rekja það. Þetta er í greininni. Já, í greininni, í tímariti Máls og menningar. Ég nefni bara minnst að kosti fyrst það sem snýr að varnarliði verkalýðsins sem svo hét. Og komið var á fót í kringum þessa stóru slægi við bæjarstjórnarfundi hér á árinu 32. Já, Gúttóslægina. Gúttóslægina. Heimskreppan auðvitað alveg í hámarki. Fólki svo bláfátækt, ekki bara einhverja fáina fjölskyldur, heldur alþýða almennt, átti ekki neitt. Nei. Það var bara aftan brauðið og ég þakka nú fyrir það sem hér kom fram og mynd var á bókinans Tryggva Emilssonar, menn ætti að skoða hana, fátækt fólk til að skilja þessa tíma og viðhorf þessara manna. Nú, hann dregur upp nokkur dæmi sem hann telur vera til marks það að kommunistaflokkurinn, menn úr honum hafi verið vopnaði með skotvopn. Varnarlið verkalýðsins er eitt dæmi. Formaður þess allan tíma var Þorsteinn Pétursson, þá í kommunistaflokknum. Sagði sig úr sósíalistaflokknum 39 og hafði verið 40 ár í alþýðuflokknum, mjög virkur þar og öflugur maður, þegar Þór talar við hann 1980. Hann spyr Þorsteinn Pétursson, hvað voru þið að gera á æfingum í þessu varnarliði verkalýðsins? Þorsteinn svarar alveg skýrt og samviskusamlega. Það var æfðum nefaleika, við æfðum japanska glímu og við æfðum marseringar. Það er að segja gangi í takt. Það sástum allar borgir í Evrópu á þessum árum að menn með útifund og gröfugöngur, þeir höfðu nokkurn hóp sem að til varnar og síst eftir að nasistaftin komið til og gengu í takt, ekki hrópar. Já, mér sé alþýðuflokkurinn var með svona hóp. Já, í einkennisbúningum, alþýðuflokkur líka. Nú, hvað er Þorsteinn að segja? Ef það hefði verið skotæfingar, haldamennan hefði ekki nefnt það, hann vandaði nú sínu gömlu félögum ekki aldeilis kveðjurnar hann Þorsteinn, eftir hann búin að vera áratugi í alþýðuflokknum, haldamennan hefði ekki nefnt það, haldamenn að Þór Vættet hefði ekki tekið það með í bókina ef hann hefði nefnt það. Sannleikurinn sá að það blasir við í textanum hjá Þór. Þarna voru alls engar skotæfingar. Það var aldrei snert á byssu. Það getur auðvitað einhverjum ofstopa mönnum hafa dottið það í hug og það er kunnugt að það komu hugmyndir hjá einstökum jaðarmönnum í kommunistaflokknum að taka sér í hönd byssu. En ég segi, stétta átökin í landinu voru svo hörð á kreppuárunum og svo mikil hætta á að ofbeldi magnaðist stig af stigi, gagnkvæmt, að það ætti að þakka þessum mönnum alveg sérstaklega Einari Olgeirssyni og Brynjólfi Bjarnasyni og líka lögreglu yfirvöldum í Reykjavík, þakka þeim fyrir það að hvenær sem slíkum hugmyndum skaut upp, þá voru þær kæfðar í fæðingunni. En Þór Vættet, hann lætur eins og menn hafi undir vopnum allan tíman. Og hvað segir hann undir lok bókarinnar? Hann segir að það hafi verið yfirlýst stefna kommunistaflokksins, kommunistaflokks Íslands og arftaka hans, þá er hann að tala sósíalistaflokkin sem hér starfaði frá 38 til 68, yfirlýst stefna þessara flokka að hrifsa völdin með vopnavaldi. Hann hefur ekki nokkra einustu heimild fyrir þessu, en þetta er svo fullkomin fjarstæða. Er þetta röng fullyrðing hjá honum?
hún er meira en röng, hún er vísvitandi tilraun til að falsa söguna. Ég get ekki orðað það vægar. Það finnst hvergi einasta heimild í stefnuskrá sósíalistaflokksins segir nú skýrum stöfum flokkurinn vilji varast ofbeldi. Ég vil koma inn ef ég mínút eftir. Já. Það hefur verið mikið talað það og oft á tíðum og liðnum árum að sósíalistaflokkurinn hafi staðið fyrir árás á Alþingishúsi 30. mars 1949. Allt það tengt þessu og bókin endi í 46. Já. En sjáum til. Einar Olgeirsson, formaður flokksins, hann kallar daginn áður, lætur boð út ganga og kallar á svona kjarnan úr æskulýðsfylkingunni sem var æskulýðssamtök flokksins á flokksmiðstöðuna. Og hvert er erindið? Hann er að biðja fólkið alveg lengstra orð og alveg sérstaklega að varast ofbeldi þennan dag. Hann veit að það verði geysilegu mannfjöld á Austurvelli en fyrir alla muni að varast ofbeldi. Nú, ég hef skoðað nýlega hæstaréttardómana. 20 menn voru dæmdir fyrir atvikin sem urðu við Alþingishúsið 30. mars 1949. Af þessum mönnum voru 10 annaðhvort í sósíalistaflokknum eða nátengdir honum. Hitt voru menn sem ekki voru þar með, koma af öðrum ástæðum. Þessir 10, enginn einasti þessara 10 manna er dæmdur fyrir það að hafa hent nokkrum sköpunum hlut í Alþingishúsið eða ráðist á lögregluþjón eða neitt slíkt fyrir en táragasi kemur yfir fólkið og kylfurnar, þá fara einstaka menn að bregðast til varnar, þá tekur einn upp táragasprengju sem er alveg við það að sprengja rétt fyrir framan hann kastar henni tilbaka í átt að húsinu og einn tekur og kannski 2 kylfuna af hvítliðunum og snýr hann úr höndum þeirra og svo framvegis. En svona var nú, en að það verið skipulögð árás eins og hefur haldið fram, það er ekki til í dæminu sko. En þú ert þeirra skoðunar að þessi bók, Þórs, sem að hefur náttúrulega orðið umtöluð, að hún sé áróðursrit, fyrst og fremst. Hún er áróðursrit, alveg tvímælust. Hann gefur sér staðreyndirnar fyrirfram þetta með herþjálfunina í Moskvu og þetta menn hafi verið vopnaðir. Hann er ekki að leita viss er hann að leita, en hann finnur ekkert. En hann lætur fyrirfram hugmyndir, sínar eigin fyrirfram hugmyndir. Hann berðar á borð fyrir lesendur, þrátt fyrir það, þó hann hafi ekki fundið þeim nokkra stoð við sína löngu leit. Og það er hyggilegt að þurfa að segja þetta mann sko sjáum til. Altså Þór er að mörgu leiti góður fræðimaður ef hann er að fjalla efni sem að koma honum ekki allan þennan hita sem truflar hann. Það var nú einhver góður maður sem orðaði svo, ég held að vera í sjónvarpinu, að hann hafi þarna hitt sína gömlu æsku unnustu. Hann hafði nefnilega að skrifa bókum kommúnistaflokkinn, hann var ungur maður. Og þá bara fatast þessum annars góða fræðimanni, honum fatast tökin, honum er svo mikið í hug að geta innprentað fólki akkurat það sem hann sjálfur vill endilega trúa kommúnistaflokkinn. En við skulum hafa það í huga að aðstæður sem urðu til þess að menn tóku að gera sér vonir að það væri að rísa fyrsta verkalýðsríkið í veröldinni. Það var nú ekkert lítið til að trúa á. Og þegar þessi menn er að fara, þá er í mestu kreppunni. Og þeir áttu ekkert þessi menn og alþýðar, engar íbúðir, enga bíla, engin verðbréf, engar bankainnstæður. Þeir áttu bara sitt vinnuafl til að selja, vonir og drauma. Nú það liggur fyrir.
þessar vonir og þessar draumar sem bundnir voru við framtíðarlandið, Já. ekki Sovétríki Stalins, heldur framtíðarlandið, En því miður- það rættust ekki. Því miður Og rættust þeir það sitja ekki, nei. uppi með það, Já. en þeir eiga rétt á að sé fjallaðum á sængir. Já. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Kjartan Þór var nú í þættinum hérna fyrir jólin að tala um bókina, þessa bók Sovétríkis Íslands, þannig að menn þurfa bara að geta farið í hana, og svo er þessi grein eftir Kjartan Ólafsson hér í nýjasta hefti Máls og menningar. Ég þakka ykkur fyrir að horfa á þáttinn í dag.